Nýr íþróttaálfur hefur tekið við í Latabæ sem heldur upp á 30 ára afmæli með sýningu helgina. Forveri hans segir mikilvægt að njóta ferðalagsins. Latibær og litríkar persónurnar sem þar búa voru kynnt til sögunar í bókinni Áfram Latibær eftir Magnús Scheving árið 1995. Ég íþróttaálfurinn. Hugmyndin með Latabæ að hvetja börn og foreldra þeirra til hreyfingar og hollari lifnaðarhátta. Vinsælt barnaleikrit var gert eftir bókinni og rétt eftir aldamótin samdi Magnús við sjónvarpsstöðina Nickelodeon gerð sjónvarpsþátta sem nutu mikilla vinsælda víða heim. Fyrirtækið var í eigu erlendrar fjölmiðlasamsteypu frá 2011 til 2024 þegar Magnús keypti réttin aftur. Hvernig það svona fyrir því persónulega að taka við þessu aftur? Mér finnst það gaman en auðvitað maður svona smá þreyttur að hafa verið með Latabæ í öll þessi ár en Latabæ hefur alltaf gefið mig tilbaka, sérstaklega í það að fara eitthvað nálægt að sjá áhrifin. Helgina verður afmælissýning með nýjum leikhópi sem kynntur var í lok síðasta árs. Með nýrri kynslóð leggur Dýri Kristjánsson skóna á hilluna eftir að hafa skemmt landsmönnum síðustu 20 ár sem íþróttaálfurinn. Jæja maður minn, þá er loksins komið að þessu. Þetta er komið gott hjá mér. Takk þú endilega við. Vá. Og líka, ef þið vantar orku í skemmtunum þegar þú ert með krökkunum, þá er hér íþróttanami. Þetta er lykillinn eða hvað? Já, þarna færðu orkuna. Já, ekki finna. Gott. Og nýr íþróttaálfur segist spenntur yfir því sem koma skal. Það er bara ótrúlega gaman að fá bæta við sig nýjum verkfærum sem listamaður og það er náttúrulega kannski svona boðskapur íþróttaálfsins er að gefa af sér þennan jákvæða boðskap að það sé gaman að hreyfa sig og svona og hann þarf að vera mjög gefandi í leik og starfi og ég hef fullt að gefa þannig að þetta verður bara ótrúlega gaman. Dýri kveður hlutverkið sáttur en hvaða ráð hefur hann fyrir arftaka sinn? Það er aðalega bara að njóta ferðalagsins umfram allt af því að það er svo margt í því að vera íþróttaálfurinn og solla og fá tækifæri til að koma fram á svona mörgum stöðum og bara taka hvert einasta skipti sem þú færð að fara í búningin og njóta þess í staðinn fyrir að flýta sér eitthvað í gegn það, bara vera á staðnum og hafa gaman af.